feminismin sem að hefur skilað einhverjum árangri hefur verið hægri feminismi. Þannig að þá ekki að gleðjast yfir því að konum sé veittur framgangur ef að þeir eru ekki vinstri sinnaðar. Við værum að hanna skólakerfið frá grunni, hvernig væri það? Hún var tekin út af myndinni af því að Áslaug Arna var ekki ein af stelpunum okkar. Lýðskurum hoppar á vinsaldavagnin og heyrir eitthvað svona stemningu í samfélaginu og þá hoppar hann á vagn til þess að jafnvel gegn betri vitundstundum. Það er bara staðreynd og eitthvað sem við þurfum virkilega að horfa á er bara hvernig við erum að hugsa strákana í skólakerfinu okkar. Ég er ekki búin að fleita spurningu á þig þar sem útgangspunkturinn þinn er ekki eins og bara samfylkingarpunktur. Hvaðan koma frelsismálin? Þau koma frá hægrinu. Erum við, þú hljómar eins og Gunnarsmáli, ég elska þetta. Erum við þá ekki bara samlega það að misskipting á Íslandi er allt of mikil? Nei. Sorry. Ég hugsa þetta sé alveg rétt í þér. Ég er náttúrulega bara að tala sem miðaldra karlmaður fastur í líkama ungra konu. Ég skil ekki hvernig þú getur komið hérna og sagt bara við fátækasta fólki, ef þið vilja meiri pening þá bara byrja að tapa og þið viljið það ekki. Jæja, góðan daginn og velkomin í Hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin til mín hún Andrea Sigurðardóttir. Andrea, ertu kærlega velkomin? Takk fyrir, gaman að vera komin. En það ekki bara? Loksins, nákvæmlega. Hvað segirðu gott? Bara allt hljómandi gott. Það er koma jól og eina sem vantar er snjórinn. Það er bara frostið á rúðunum, það er ekki alveg Á það ekki að koma? Hann var ekki alveg tilbúinn að segja af eða á með hvítjól en ég er dálítið að treysta á það Já, við sjáum bara til. Geðheilsuna að fá snjóinn Já, ég þoli ekki snjó Ég var alltaf að bretti þegar ég var yngri og ég meiddist frekar illa. En núna finnst mér bara fínt þegar það er bara engin snjór allan veturinn. Já, bara svo dregur fram eitthvað svona slæmar minningar og æsku. Já, nei, nú ekki, ég ætla nú ekki að vera svo dramatískur en mér bara, það er svo pirrandi að keyra í snjó. Það er bara að þau kannt ekki að gera. Já, mögulega. Nei, ég nefnilega þarf að fara vestur, tengdafjölskyldan er fyrir vestan. Og þegar það er snjór, þá er ekkert grín að fara Kletthálsinn, Nei, einmitt. En heyrðu, fyrir þá sem ekki þekkja, hver ert þú? Herri, ég er kannski þekktust fyrir það að hafa verið blaðamaður á Viðskiptablaðinu í eina tíð þegar var faraldur á Íslandi og í heiminum. Annars er ég er viðskiptafræðingur og svona mikil áhuga manneskja þjóðmálin, pólitík, efnahagsmál og ég er viðskiptafræðingur. Hef nú verið svona daldið í, allavega skipt mér af pólitíkinni. Er formaður Hvatar félag sjálfstæðiskvenna í Reykjavík. Já, ég hugsa það ætti svona súmmera nokkuð vel hver ég er. Það bara segir okkur allt. Svona á yfirborðinu allavega. En við tökum sálfræði tíma seinna. Nú ætlum við að kafa, nei, það er komið hún núna. Nú ætlum við að kafa dýptina, Yes. Nei, já, ég man eftir þér. Þú varst stundum á Harmageddon að ræða einmitt COVID þegar þú varst blaðamaður á Viðskiptablaðinu. Og ég talaði líka mikið COVID sjálfur. Og ég var alltaf á móti hörðum aðgerðum og ég man eftir því að ég bara frá upphafi eða? Alveg frá upphafi. Ég var alveg á móti öllum hörðum aðgerðum alveg frá upphafi og fekk mér þess að Martin Kulldorff frekar snemma til þess að koma og ræða Barrington skýrsluna sem að hann og Jay Bhattacharya, ég kann aldrei að segja þetta ásamt einum öðrum sömdu og ég bara hef aldrei skilið af hverju við fórum í harðar, jú, ég hef skilið af hverju við fórum í harðar aðgerðir en ég aftur á móti skil ekki af hverju við hugsaum ekki út í afleitar afleiðingar af þeim aðgerðum sem við fórum í. En Þegar þetta var að fara að draga svona mikið, ég fyrstu mánuðina 2020 í mars tjaldaði ég í stofunni hjá mér og ferðast innan hús alla leið en það var svo mikil óvissa þá fannst mann alveg rökrétt að grípa til eitthvað aðgerða tímabundi en hins vegar fóru að renna mig 2 grímur þegar þetta ílengdist ansi vel og svo var náttúrulega skyldaður til að vera með grímu þannig að það er annar mál. Já, en svo líka var það svo sérstætt að ég var alltaf að spyrja fólk þegar það var, ég man ekki hvað það var komið landin í harðar aðgerðir 4 mánuði eða eitthvað og ég sagði, hvenær segirðu nei? Hvenær er tilbúin að segja bara já, nei, ekki hingað og ekki lengra, er það eftir 5 ár, er það eftir 10 ár og þetta var það 2,5 ári og ég spurði stundum sættur þið við 2 ár? Allir bara nei, þetta verður ekki 2 ár það er alltaf bara bilun, en svo var þetta 2,5 ári. Fólk var alltaf móttækilegra við þessu og svo í lokin þegar þetta var alveg komið út í algjör bull
þá var alveg bara frekar stór hópur sem að var skítrættur við að aflétta, bara vildi hafa þetta kunni ekki við að fara til búð án grímunar, búið að vera vandi að geta verið bara miklað og þurfi ekki að sjá neitt eitthvað introvert, það er náttúrulega nuti sín í botn en þetta er svona, þetta er vont en það venst því miður því miður, hendít það var alltaf svona stemningin sko, svo bara vandist þetta mikið og var bara orðið svona þægindarammi sko. Já, ég var að mynda að hlusta á gamalt viðtal við þig, ég held að sé frá 2020 þannig að þú varst ekkert eitthvað það lengi í tím svona harðar aðgerðir en þá var einmitt verið að ræða sko, það var þannig þegar Brynjar Níelsson skrifaði pistil sem að hét, þú nefndir hann ekki held ég í þættinum, hann hét hvað hét hann? Er það ekki í glósunum hér? Nei, ég er bara ég er að munna eftir þessu núna sko. Það hét eitthvað, hann skrifaði hann að 3 pistla eða eitthvað sem var að tala svona ofríkið. Já, var mínum að þið, mjög skynsamlega pistil og við mitt ræddum hann í hlaðvarpi og þar varst þú sko að tala ekki endilega pistilinn hvað hann var í góður, heldur svona meira að umræðan mætti ekki eiga sér stað. Það var eitt af því sérstakasta sem að mér fannst vera svona viðloði við allt þetta sem að fór í gang er að það sem hafði mest áhrif á allt okkar líf var eitthvað sem að svona í grunninn mátti ekki ræða og ég veit ekki alveg, þetta afl kom ekki frá Þórólfi, né Ölmu, né Víði heldur kom þetta þessi svona tregða til þess að ræða málin frá einhvern veginn svona trilltu almenningsáliti. Já, en sko þó að þau hafi kannski ekki beint þakka niður umræðan og þau voru alveg yfirleitt móttækilega fyrir sko Þórólfur kom þrisvar til mín og gagnrýni og allt það reyndar fóru aðeins í taugarnar á honum þegar að kjörni fulltrúar eða ráðherrar fóru að spyrja spurninga sem að mér fannst, það var ef það er eitthvað sem að ég myndi gagnrýna hann fyrir þá var það þegar að hann var að svona einhvern veginn tala ofan í stjórnmálumennina og einhvern veginn pínu upplýða eins og hann var að ávíta þá fyrir að vera ekki alveg tilbúnir í allt sem hann sagði en það er bara mannlegt sennilega held ég í þessum aðstæðum en það held ég hafi verið hans þessum mistök en maður upplýði það alveg að bara það að spyrja spurninga að þá var fólk bara byrju hver er þú að vera að spyrja þessar spurninga ég er bara manneskja sem að þetta hefur áhrif á það er eðlilegt að ég spyrja mig spurninga við erum alltaf að tala bara fjölda smita og fækka smitum en hvað áhrif hefur þetta allt annað en þá var einhvern veginn komin þessi stemning að hlusta á vísindamennina og það er eitthvað svona ákveðið kennivald til vísindamanna sem átti bara einhvern veginn skapaði þá stemningu að það átti enginn að geta spurt nefna spurninga því við áttum bara að hlusta á vísindamennina en það er náttúrulega einn grunnforsenda vísindamanna er að spyrja spurninga og skoða í öll horn og reyna að hafa sem flestar breytur til þess að komast að sem bestri niðurstöðu vegna þess að þegar þú ert að framkvæma einhverja vísindalega rannsóknardæmi þá ertu alltaf að horfa á breyturnar og niðurstöðin er aldrei betri heldur en þær breytur sem þú tekur tillit til og forsendunar sem þú gefur þér og vísindalega niðurstöða hún er ekki endilega sannleikurinn ef hún er byggð á veikum grunni sko. Þannig að það með ekki spyrja spurningar er afar slæmt fyrir vísindin. Já, ég meina þetta var mjög bilað og sérstaklega svona, ég verð eiginlega að segja mér finnst Katrín Jakobsdóttir vera frábær stjórnmálamaður í grunninn, hún er frábær en það sem hún sagði daginn þar sem að hún sagði að það var svo mikill tími í COVID-19 til þess að vera svona inni og skrifa skáldsögu þegar þú ert að mínum mati að fangelsa 400.000 manns finnst mér vera svo bilað að ég átti eiginlega ekki, mér fannst mjög skrítið að þetta var ekki pikkað upp hún svona, já það var svo mikill tími í COVID þegar þú ert æðsti eða rauninni áhrifamesti embættismaður lýðveldis að þú hafi verið mestan tíma þegar þú ert að hafa sem mest áhrif á líf fólks til að skrifa skáldsögu finnst mér galið. Já, það kannski tengist líka af dálítið því að þarna voru okkar kjörnu fulltrúar þau framseldu vald sitt til embættismanna ekki til kjörna fulltrúa og svo eiginlega meira og minna stigu þau bara til hliðar og ég skil það í ákveðni ríkisstjórn þar sem það er ákveðið samstarfssamningur og við komum saman sem ein heild ég get skilið það hefði samt viljað að sem ég myndi stíga fasta til jarðar en ég skil prógramið, hvernig það virkar
en þingmennirnir á línunni, hvort sem að það er í stjórn eða stjórnarandstöðu, þeir eiga að vera aðhaldi. Það eru þeir sem að mega láta í sér heyra og þurfa ekki að taka þátt í þessu. Nánast allir, ekki allir, en nánast allir. Steina þögðu, stjórnarandstaðan, hún gagnrýndi ekki einu sinni. Hvenær gerist það að ríkisstjórn er að gera eitthvað, bara hvað sem er, nánast, og stjórnarandstaðan er ekki pípandi? Hvað er Helga Vala? Af hverju stóðu þau ekki öskrandi á torgum að benda á neitt? Já, mannréttindaflokkurinn. Já, það þorði því enginn. Fólk var bara hrætt að þetta væri bara einhver pólitískur afleikur vegna þess að það sá bara stemninguna í þjóðfélaginu. Það var ekki stemning fyrir því að mótmæla þessu. Þannig að þeirra hegðun stjórnaðist í raun og veru bara af skoðanakönnunum. Vilt þú hafa lokanir áfram? Og allir voru fylgjandi því að það var bara stemningin. Þá bara hverfa stjórnmálamennir og hætti að vera stjórnmálamenn og bara vandra ekki starf sitt. En er það ekki, Andrea? Er það ekki bara litið gott að þeir séu tilbúin til þess að hlusta á þjóðviljan sem að raunverulega vildi láta loka sig inni? Þetta er mjög tricky question. Þetta er mjög snúin spurning. Ég er nú ekki vinn að sletta, ég er alltaf vinn á ensku núna. Það má allt í hana. Já, ég bara byrst einlega afsökunar, ég ger þetta ekki. Þetta fyrir neðan mína virðingu. En þetta er snúin spurning þegar að það er komið að því að þú ert að skapa ákveðna stemningu í samfélaginu og já, ok, skoðanakannir sína að bara meiri hlutin vill takmarka borgaraleg réttindi fólks. En við erum samt að tala um borgaraleg réttindi. Það er ástæða fyrir því að það er vesen að breyta stjórnarskránni. Þess að hún á ekki að fylgja einhverju stemningu. Hún á að vera grundvallar löggjöfin okkar, vernda réttindin okkar og það má ekki einhver stemning í samfélaginu hafa áhrif á þau. Þannig að ef þetta væri bara einhverja löggjöf sem að er rúllandi og er hægt að breyta fram og tilbaka, varðar ekki borgaraleg réttindi, mannréttindi, bara þá er alveg eðlilegt að hlusta á stemninguna. En þegar kemur þessari grundvallar löggjöf, að þá er það ábyrgð stjórnmálamanna að spyrja spurninguna og mögulega spyrja hvort þessi stemning sé eðlileg. Akkurat, ég ætla að slökkva á þessu helvítis Já, algjörlega, en ég veit ekki hversu mikla þolinmæði fólk hefur gagnvart fortíðinni. Það verður að hafa hana. Mér finnst það. Það verður að læra af þessu. Mér finnst þau samfélagslegu hnökrar, þessi samfélagslegu hnökrar sem við erum að sjá í dag. Hnífstungur og ungt fólk er að sýna mjög, slæma. Það eru mjög slæmar niðurstöður í sambandi við geðheilsu ungra barna sem er byrjað að ganga með hnífa og ég tengi þetta tvennt út af því að ég held að við lokuðum við meinuðum ungu fólki í rauninni aðgang að eðlilegri félagsmótun sem að ég veit ekkert hvort hún hafi verið frábær fyrir en ég meina samfélagsmiðlar koma inn í þetta og sjálfsögðu eitthvað fleira en aftur á móti við neituðum ungu fólki eðlilega félagsmótun í 2 ár og svo allt í hennu núna erum við að sjá mjög slæmar niðurstöður með 30 manna hnífstunga árásum á einhverjum klubbum og 15 ára börn að ganga með hnífa og fleiri þess að þar. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að minnstakosti að spyrja sig að því hvort að þetta hafi áhrif og ég hugsa að það er mjög erfitt að ímynda sér að þetta spila ekki inn í. Þetta auðvitað hefur þetta áhrif að vera lokaður inni á þessum aldri og einu samskipti sem getur haft í gegnum tölvu. Nú munu örglega einhver segja, heyrðu, ég á nú ungmenni og hvort sem er einu samskiptin sem eiga við fólk er í gegnum tölvu en það er samt munur þegar að þú ferð ekki lengur í skólan. Þegar þú ert að hitta bekkjarfélagana þína bara á Teams og þú ert gjörsamlega lokaður inni, þú kemst ekki inn á íþróttir og tómstundir. Það segja íþróttir séu bara ein helsta forvörnin. Þegar þú tekur það út það hlýtur að hafa afleiðingar og ég hugsa að það sé alveg örugglega að minnsta kosti hluta því sem við erum að sjá. Að sjálfsögðu. En eins og segi, förum aðeins í nútíman. Okay. Þú ert fyrrum blaðamaður. Hvað er það svona mikilvægasta í pólitíkinni í dag sem að þú sérð að sé að eiga sér stað? Hvað er svona, ef þú myndir nefna kannski 1-2 dæmi
að því sem að gerast í samfélaginu, hvað svona það sem hefur mest áhrif og svona mikilvægast? Sko, þetta rosalega af því að þetta mjög flókin spurning og það ekkert einfalt svar henni vegna þess að það voðalega erfitt að taka eitthvað eitt af því að samfélagið að svo mörgum flóknum samvinnandi þáttum en bara efnahagsmálin ef ég ætti að einfalda þetta mjög mikið bara hvernig við erum að reka hið opinbera, það eitt og síðan í víðhærra samhengi þá efnahagsmálin og það sem að gerast á vinnumarkaði vegna þess að við erum á ofboðslega viðkvæmum stað og verðbólga há að vísu lægri hér heldur en við skar annars þar þó að hún sé svona há út af orkunni já, út af orkunni þannig að hérna kjarasamningarnir sem að eru núna í gangi þeir eru ofboðslega mikilvægir en þess að þeir geta verið dálítið svona já, þeir geta annarkort hjálpa okkur að lenda þessu milda höggið og fá svona mjúka lendingu eða þá að þeir geta verið olía á eldin og það er alltaf það kemur alltaf mótsvarið að það sé bara einhverjir hérna, varðhundar auðvaldsins sem eru að ljúga að fólki að þetta sé svona en það er bara einfallega þannig að ef að laun hækka meira heldur en fyrirtækin að ráða við að greiða þá gerist það að þessu verður ýtt út í verðlagið það er eitt af því sem gerist störfum fækkar, það er svona nokkra breytur þannig að það fer þá í að verðhækka og það segir mér að launatalan á launaseðlunum sem hún fékk sem var rosalega ánægða með það því að mjög margir sem eru ekki hagfræðingar að þeir sjá bara töluna bara, heyrðu já, nú hef ég það svona miklu betra því að launin mín hækkuðu svona mikið en þú hefur það ekki svona miklu betra ef að allt sem að þú ert að nota peningana í hækkar sömuleiðis þannig að ef þetta fer beint út í verðlagið þá getur það upp þessar launahækkanir og fólk er ekki betur sett og efnahagsumhverfið verður ennþá snúnara þannig að hérna þetta er bara raunveruleikinn Sko, að mín hlustendur vita alveg að ég er sammála þessu ég hef svona oft sagt að þú veist, ef að launaseðillinn væri sama meiðis í krónutölum eins og hann væri í evrum þá væri þú mjög ríkur einstaklingur og maður þarf svolítið að hugsa þetta eins ef þú fengir greitt í evrum þá verður mjög ríkur með þá krónutölu sem þú færið en aftur á móti ertu það ekki út af því að það krónutölu sem þú hefur gæti verið greitt út í vietnamskum dongum sem að, þú veist, 5 milljónir donga eru, man ekki, þú veist 5.000 skall eða eitthvað þannig já, spliff dong og gengja en þetta er bókstaflega dong en aftur á móti þá sko þarf fólk að horfa á þetta í víðara samhengi þetta er eins og þú segir sko ef að lægstu launin hækka einhverja 100 áskalla þá myndi bara rauninni þetta ítast út í verðlagið og allir eru fátækari en aftur á móti kannski ætti að byrta launaseðluna eftir því bara hvað getur keypt fjölda ísa með dífu já, kaupmáttur í staðan já ándjóks þú veist þetta gamla grunnskóla dæmi en nú eru við hérna málflutningur og varðhundar auðvaldsins sem að viljum í rauninni að einstæða móðurinn við viljum í rauninni að hún geti bara hafragraut í öll mál og við viljum að hún hafi það skýtt mamma mín sem sagt mamma þín nákvæmlega, það er hún sem ég var að tala um en aftur á móti þá er sko það er annur hlið að þessum peningi menn núna var Ragnar Þór að birta mjög áhugaverðan pistil þar sem hann var að greina frá raunheimi Brynjun okkurar sem að býr á Hverfisgötu þar sem að hún í rauninni að fara að horfa upp á það að leigan hennar sé að fara að hækka úr minni með 250.000 krónum upp í 325.000 krónur af leigufélagi sem að græti 12,4 milljarða í fyrra og ég get nú ekki sé betur en að þetta sé eitthvað sem að ber þess ekki merki að við séum öll í þessu saman og ég meina Brynja er vissulega, hún er öryrki og hefur það mjög skýtt henni langar að búa í Reykjavík sökum örorku hún getur ekki staðið undir auknum afborgunum og ég held ég að einhverstað að lesa að hún neyðist til þess að flytja sig til Borgarnes er þetta, þú veist meina, ég og þú höfum það mjög gott meina, við sem varðhundar auðvaldsins höfum það mjög gott og ég skil ekki hvernig þú getur komið hérna og sagt bara við fátækasta fólki meina, ef þið viljið meiri pening þá bara byrjið að tapa og þið viljið það ekki en við hinn hérna ætlum að vera með 1 til 2 kúlur á mánuði þú veist, þarf ekki að horfa til þessa heims út af því ég meina
við viljum ekkert sjá upplausn í samfélaginu. Við viljum ekki horfa upp á það að öryrkjar þurfa að flytja sig til Borgarnes fyrir það eitt að sko brúa bilið á milli sinna tilvistar og raunheima. Nei. Og við getum alveg verið sammála það og þetta náttúrulega ömurlegt dæmi og mjög get ímyndað mér að það sé mikið áfall að fá svona slettu í andlitið þetta því að þetta er ofboðslega mikil hækkun í einu kasti en það sem að ég hugsa, ég veit ekki það, þú veist, mér veist vanta smá inn í þetta dæmi það er hversu langur er samningur, hvað er langt síðan hann hækkaði síðast hvað er þessi hækkun að endurspegla langa í rauninni þróun á markaði Þetta var, henni var boðið til árs og þannig gerir ráð fyrir því að þessi samningur hafi verið til árs já, ok, það er náttúrulega svakalega mikið og vissulega hafa verið miklar hækkanir í samfélaginu húsnæðiskostnaður húsnæðisverð og annað og fyrirtæki náttúrulega í einkarekstri þau munu alltaf vera að stilla sig þannig af að þau séu að fá meira inn heldur en þau eru að borga fyrir að tekjurnar séu hærri en gjöldin og að þau séu, það er einhverjir fjárfestar sem að eiga þetta félag og að þeir séu þá að fá ásættilega arðsemi síðan kemur það bara þá niður á kannski ákveðinu samfélagslegri ábyrgð vissulega er það núna er allt að hækka og ætlar þá að velta því öllu bara beint á neytandann eða eins og segir, ætlar að vera í þessu saman ætlar þú að gefa eftir tímabundið til þess að einmitt svona aðstæður kom ekki upp það er kannski ekki eitthvað sem að við getum lagt á félög að gera ég myndi ekki vilja setja eitthvað lög með eitthvað verðþaki, við veitum öll hvernig það myndi enda það er bara engin eftir til að leigja út húsnæði sitt ef það er að borga með því versta við hann var náttúrulega það myndi enginn byggja það er svona alvarlegasta afleiðing verðþaka við tökum það áfram lengra sko en hins vegar held ég að fyrirtæki eins og í þessu dæmi ég meina þetta er bara mjög slæmt fyrir orðspor Ölmu þau horfa á þetta dæmi núna og bara þeirra félag er bara baku þetta þeir bara hækka þetta svona mikið þess að segir að þetta á einu ári ótrúlega mikið gagnvart þessari konu og þetta kemur niður á orðspori fyrirtækisins þetta gerir það að verkum að fólk mun hugsa sér tvisvar að leigja hjá þeim þannig að aðhaldi í rauninni gagnvart þessu fyrirtækjum eru einmitt þessar sögur að fólk talar, fólk segir frá því ef þeim misbýður og þetta mun án efa þessi ákvörðun að hækka þetta svona mun án efa hafa neikvæð áhrif á fyrirtæki og mögulega verða til þess að þau endurskoði hvernig þau gera hlutina hvort að það sé hægt að milda þetta einhvern veginn út en þegar samt allt kemur til alls að þá muna endingu verðið á leiguíbúðum alltaf vera þannig að það endurspeglar útlagan kostnað það er bara þannig en ég ætla samt ekki að fara inn að grafgötu með það að þetta er svívirðilega hækkun sko. Já en líka sko og ég meina, þú veist, ég er sjálfur leigusali og ég hef verið að aðstoða fólk við að vera leigusalar og ég skil ekki alveg leigufélög þau bjóða einhvers konar hugmyndum það að þau séu betri valkostur út af því að þú hefur meira öryggi og eitthvað þannig rugl ég meina, ég held að það sé bara þvæla því að þú veist að ef að maður til dæmis rekur fyrirtæki eftir því sem að yfirbyggingin og yfirlagið sem til dæmis náttúrulega vandi núna Reykjavíkurborgar getur kannski komið þennan á það eftir yfirbygging hefur þau áhrif að þú þarft að greiða mismunin af því tapi sem að verður við það að greiða launakostnað til yfirbyggingarinnar og fleira og skrifstofuhúsna og fleira þú þarft að íta því yfir á leigutakann og ég fór að skoða sko, ég reynda fór í smá rannsóknarvinnu og ég komst að því að það er í þessu húsnæði sem við erum að ræðum það er svo eining sem umræðir 166 fermetrar ég hef svo komist að því að það sé rangt þetta er ekki 166 fermetra eign heldur eitthvað annað ég á eftir reyndar að skoða það betur en ef að það er satt að hún sé 166 fermetrar þá er 325.000 krónur langt undir verðlagi hjá Ölmu og ég bara veit það ekki en ég fór aftur á móti að skoða leigueiningar hjá Ölmu og komst að því að þeir eru að setja ógeðslega háan verð með það á allt í lagi eignir og sko þarna kemur smá Reykjavíkurborg inn í svo kannski bara færum okkur aðeins yfir það
Reykjavíkurborg hefur verið að tala það, þú veist, ég meina þeir eru að byggja En áður nú ferði það, ég veit að segja samt Já, Sorry, ég grípið fram nei, í bara, þetta þannig podcast Sko, já, það er yfirbygging og það er kostnaður sem hlýst af því En það er líka, eins og þú veist Þú ert leigusali Hvað ertu með eina íbúð Já. Og að sjá aðrar fyrir aðra sem að leiga út En það er líka ákveðin stærðarhagkvæmi í því að vera með margar sem að þessi kostnaður síðan dreifist á og þegar þú komið með mjög margar að þá er rauninni þessi umsýsla ef hún er vel rekin að þá er þetta dreifast á miklu fleiri heldur að sá kostnaður sem er bara með umsýslu með eina og þú ert þá kannski með eitthvað starfsmenn sem er bara að sinna viðhaldi hérna fyrir þetta allt versus þú ert einhver einstaklingur sem þarf að vera að sinna viðhaldinu og svo framvegis þannig að það er stærðarhagkvæmni í því að vera með margar kostur við það að vera hérna í að leigja íbúð af félagi en ekki einstaklingi er það að þau eru bara með þessa íbúð og hennar eini tilgangur er að vera í útlegu og ef þú ferð út úr henni þá kemur einhver annar leigjandi þetta er ekki einhver sem á þessa íbúð sem allt í einu tekur ákvörðun heyrðu ég er að fara að flytja hérna aftur inn eða nú er barnið mitt orðið uppkomið og ætla að setja það inn þannig að fólk sem hefur verið á leigumarkaði sem er að leigja bara af einstaklingum að það hefur verið að lenda í því að það er kannski bara hérna í 1 ár og svo búið að segja upp samnum og það er alltaf að flytja og getur ímyndaðar hvað það er mikið harkur með fjölskyldu svo ég tala ekki gæludýr sem eru ekki velkomin hvað sem ég held ef ég man rétt að Alma leyfi í sínum íbúðum þannig að það er ekki endilega yfirbyggingin sem er að valda því að þetta sé herraverð en á móti kemur og það er ákveðið ef að þú vilt búa einum stað og vera með ákveðin fyrirsjáanleika að þá er þetta módel sem er gengið upp mjög vel erlendis gallinn við þetta er að þetta líkan þar sem þú ert að borga leigu og við vitum það bara að það er bara ákveðið lögmál að verðlag hækkar og leiguverð á íbúðum það mun hækka með verðlagi það er bara sagan sýnur okkur það ef að vera verð hjöðnun að það er þá yfirleitt bara til skams tíma og er líka vísbendingum að sé eitthvað að í hagkerfinu en launin okkar, tekjurnar okkar yfir ævina þær þróast ekki bara upp þær þróast hérna fyrst upp en svo þegar þú ert komin yfir miðanaldur vel rúmlega núna af þessu það byrjar að fara niður aftur og svo endar eitthvað tíma á lífeyri vonandi ertu búin að vera að leggja vel fyrir þannig að það verður ekki ómikið fall niður tekjum en það fer niður þannig að hugsaði þér hvernig það er á efri árum ef að þú hefur aldrei fjárfest í íbúð að vera á leigumarkaði og allt í einu fara tekjuna þennan niður og berum það síðan saman með einstakling sem fjárfest í íbúð er síðan búin að greiða af lánunum sínum og greiðslubyrðin lækkar með árunum þannig að þegar þú ert komin á toppin á tekjukúrfunniðinni þá greiðslubyrðin orðin viðræðulega og þú getur bara annars lifað eins og kóngur og svo þegar þú fara eftirlaun og launin fara niður þá ertu bara búin að borga þetta og þá er þessi greiðsluliður bara farin út þú bara borga fyrir neyslu og eitthvað svona eitthvað smá viðhald en sá sem er á leigumarkaði hann er bara ennþá hérna og kostnaðurinn hækkar og hækkar þetta er þetta er það sem við erum að díla við eldri borgurum sem er á leigumarkaði og svo er það náttúrulega öryrkjarnir sem eru allan tíman hérna niðri og eru síðan á leigumarka þeir eru náttúrulega bara í ákveðni fátæktar gildru þú hljómar eins og Gunnarsmári, ég elska þetta erum við þá ekki bara samlega það að misskipting á Íslandi er allt of mikil nei sorry sko bara alls ekki sorry þú hlærði bara já, ég vissi þetta svari sko, en ég elskaði bara veist, ég held allavega að þú myndir sko, svona aðeins svona tanka svona nei það var bara nei. Það jöfnuður er hvergi meiri í heiminum heldur en á Íslandi og sko, en við getum alltaf gert betur Andrea þú hlýtur að sjá það nei, það er ekki alltaf hægt að gera betur en ég veit að það hljómar ótrúlega